Já, komið þið sæl. Það er mjög mikil ánægja að bjóða ykkur velkomin á morgunkorn upplýsingar sem haldið í dag tilefni bókasafnsdagsins. Þetta í 8. skipti sem bókasafnsdagurinn haldinn hátíðlegur, en hann var fyrst haldinn árið 2011. Yfirskrift dagsins í ár lestur bestur fyrir vísindin og ætlunin að vekja athygli á því hlutverki sem bókasöfn gegna í rannsóknum og vísindastarfi. Times Higher Education World University Rankings yfir bestu háskóla heims. Bókasöfn gegna lykilhlutverki þegar kemur að rannsóknum og hlutverk þeirra að tengja fræðimenn við þær upplýsingar sem þeir þurfa á að halda. Landsagangur af rafrænum áskriftum sem í umsjón Landsbókasafns Íslands Háskólabókasafns gerir öllum þeim sem tengjast netinu með íslenskum netvetum kleift að nálgast tímarit, gagnasöfn, rafbækur og annað efni sem aðgengilegt í landsagangi. Bókasafn við Íslenska Háskóla með séráskriftir af tímaritum og gagnasöfnum sem starfsfólk þeirra þarf á að halda til þess að geta stundar rannsóknir á sínu sviði, og rannsóknarbókasöfn þurfa líka að geta sérpantað efni frá öðrum bókasöfnum þegar þörf á, og þar skiptir samstarf á milli bókasafna miklu máli. Á árdögum internetsins var það von margra að aðgengi upplýsingum myndi aukast til muna. Á síðustu árum hefur þróunin því miður verið í þveröfuga átt að mörgu leyti. Lítill hópur af stórum útgefendum hafa keypt tímarit í stórum stíl og verð á áskriftum hefur hækkað upp úr öllu valdi. Þessi þróun hefur orðið til þess að bókasöfn hafa þurft að segja upp áskriftum. Krafan það að rannsóknir sem fjármagnaðar eru með skattpeningum sem birtar í opnum aðgangi verður sífellt háværari. Gott dæmi það hin svokallaða S-áætlun sem kynnt var 4. september síðastliðinn. Samkvæmt S-áætluninni munu opinberir rannsóknarsjóðir 11 Evrópusambandslanda skilyrða styrk þegar til þess að birta niðurstöður rannsókna í opnum aðgangi frá og með 1. janúar 2020. Það hefur verið kallað eftir stefnu opinn aðgang frá íslenskum stjórnvöldum og það verður áhugavert að sjá hvort muni taka mið af S-áætluninni við mótun slíkar stefnu. Umhverfi háskólabókasafna hefur gjörbreyst á undanförnum árum. Rafrænar áskriftir af tímaritum og kaup rafbóka hafa sömuleyti gert fræðimönnum auðveldara að stunda rannsóknir, en þetta nýja umhverfi hefur líka búið til ný vandamál. Hinn rafræni fræðiheimur ekki endilega mjög notendavænn. Rafrænt efni oft aðgengilegt í ólíkum útgefendum með ólíkum skilmálum og það hlutverk bókasafna að gera þetta efni aðgengilegt á eins notendavænan hátt og mögulegt er. Þess vegna það mikilvægt að starfsfólk bókasafna í gott samstarf við fræðimenn og annað háskólastarfsfólk. Það er mjög mikill heiður og ánægja að kynna fyrirlesara dagsins Guðbjörgu Lindu Rafnsdóttir, aðstoðarrektor vísinda og prófessor í félagsfræði við Félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands. Gjörðu svo velkomin. Hafa þetta kannski svona. Já, góðan daginn, gott fólk, nær og fjær. Gaman að sjá hvað eru margir hér í fyrirlestrasalnum, en mér sagt að fundinu sé streymt líka sem nú tímanna tákn og ég þakka kærlega fyrir þann heiður sem upplýsing sýnir mér með því að bjóða mér að koma hérna á þessum góða degi og fjalla mikilvægi bókasafna í þágu vísinda og það að sjálfan bókasafnsdaginn og til hamingju með daginn. Ég ætla fyrst aðeins að tala á kannski persónulegum og almennum nótum og fjalla svo bókasafn út frá vísindastarfi eins og ég var beðin að gera. En í mínum huga þá það þannig að bókasöfn svo mikilvæg fyrir vísindastarfið að þetta nánast eins og að fjalla mikilvæg súrefnis fyrir mannfólkið. Og þetta bókasöfninu einhvern veginn svo sjálfgefin og allt líkjandi í þessu starfi að það liggur við að maður getur ekki byrjað að maður getur ekki bara talað það, að þetta bara er. Og ég ræddi meðlans við Ágústu Pálsdóttur, prófessor í upplýsingafræði sem situr hér með okkur, einmitt þetta og við áttum gott samtal bókasöfn og vísindi. Og ég ræddi við Halldór Jónsson, sviðsstjóra vísinda og nýsköpunarsviðs hvað honum dytti í hug þegar við sögðum bókasöfn og vísindi. Og auðvitað á nóg að tala, þannig að
ég var ykkur við ef þið viljið sleppa fyrir hádegi vegna þess að við getum bara dvalið við þetta mikilvæga efni lengi. En þegar að Arna leitaði til mín fyrir höndu upplýsingar og með þetta erindi, þá fór ég líka bara að hugsa bókasöfn og tengsl mínu bókasöfni gegnum tíðina. Og þá óháð vísindum þó svo að allt tengist þetta nú einhvern veginn saman vegna þess að lestur er forsenda vísindasafs og svo framvegis. Og þó ég sé ekki orðin 200 ára gömul eins og Landsbókasafnið, þá ég búin að umgangast bókasöfn og bókabíla alllengi og mjög ólíkan hátt og það er svo athyglisvert og meðal annars út frá því sem að Jóhann kom inn á hérna áðan og ég ætla að staldra við á eftir að þótt á sínum tíma hafi verið alveg ljóst hvenær ég var að fara á bókasafn. Það var þegar ég fór til dæmis í bókabílinn í Árbæjarhverfi þar sem ég bjó sem krakki. Þannig að þegar var alveg kannski ljóst á sínum tíma hvenær ég var að nota þá þjónustu bókasafnsins, þá þessu einhvern veginn allt öðru sér háttað í dag. Og það er það mitt sem að kemur upp í hugan þegar ég sagði hérna í upphafi að þegar Arna leita til mér fyrir handa upplýsingar og ég sé bara bókasafni, já það er einhvern veginn bara, í dag er það einhvern veginn bara að hluta til, ekki alveg, en hluta til horfið inn í hulduheima alnetsins og er á sama tíma þá svona vissuleiti orðið sem meira ósýnilegt á sama tíma og það er samt sem áður sko eitthvað bara allt líkjandi og allstaðar í hugtækið bókasafn dregur kannski hugan fyrst inn í hús, inn á safn og inn á bókasafn og mér langar aðeins að svona deila með ykkur því að ég var að ræða bókasafn sem hús nýverið við son minn sem er 27 ára gamall og við áttum þá sameiginlegu upplifun að það að ganga inn á gott bókasafn eins og til dæmis þetta hér inn í húsið, það virkaði að mörgu leyti á okkur eins og að ganga inn í eina af þessum svona stóru fallegu kirkjum sem við öll hefum komið inn í einhver tíman erlendis. Það er einhver andi í þessu húsi og mörgum öðrum bókasöfnum sem að okkur mæðginum fannst sko næst því bara svona eins og einhver svona heilagleiki sem að gera það verkum okkur finnst mjög gott að koma inn í þessi hús. Kannski að svipaðum hátt á mörgum alveg óháð trúarskoðunum finnst mjög gott að ganga inn í sumar fallegar kirkjur. Reyndar og þarna það er svo margar mótsagnir í lífinu á sama tíma og ég og sonur minn vorum að tala sem sagt þetta væri svona hvað bókasöfn, mörg bókasöfn væri eitthvað svo góður staður að vera á, að þá verð ég að viðurkenna að á ákveðnum árum þá tók ég eftir því að þegar ég kom inn á bókasöfn og gekk inn á bókarekka þá var ég svona fikk ég alltaf bara pínlítið í magan og mér fannst eitthvað svo athyglisvert, áttaði mig ekki á því fyrir eftir smá tíma að þetta var ákveðið stress yfir því að hafa ekki lesið alla bækurnar sem ég langaði svo mikið til að lesa og get ekki lesið bækurnar sem mér eiginlega fannst ég yrði að lesa en vissi ég myndi aldrei gera. Þannig allt í einu þarna voru þetta svona þessar blendnu tilfinningar sem ég finn alls ekki fyrir þegar ég fer inn í rafrænan heim og ég held að það sé svona gott vont að því í rafræna heiminum maður eitthvað svo bara staðsettur í þeirri einingu sem maður líka við að ná sér í. En þetta svona hugleiðingar sem sagt bókasafn sem hús og svona mismunandi svona upplifun mín af því. En að vísindastarfinu að bókasöfn mjög mikilvæg fyrir vísindastarf samtímans eins og við vitum öll sem að lifum og hrærumst í heimi vísinda og fræða. Vísindin fela í sér skipulega þekkingarleit og grundvallast leitin á viðurkenndum vísindalegum aðferðum sem auðvitað
eru mismunandi á milli ólíkra fræðigreina. Flesta fræðigreina styðjast við bókasöfn og aðrar þekkingar og upplýsingaveitur í starfi sínu. Vegna þess að skipuleg þekkingarleit byrjar á því að vísta fólk gaumgjafir stöðu þekkingar viðfangsefnið. Á grundvelli þeirra stöðu kvikna nýjar rannsóknarspurningar sem jafnan eru settar fram í því skyni að bæta við það sem þekkt er eða að afla nýrrar þekkingar. Í þessu ferli eru bókasöfn afskaplega mikilvæg því þau hafa það hlutverk að skrá, varðveita og tryggja greiðan aðgang að þeirri þekkingu sem þegar liggur fyrir. Bókasöfn eru því öðrum þræði varðveislustofnun en leið mjög mikilvægar þekkingar og upplýsingaveitur. Þess vegna eru bókasöfnin ein mikilvægasta stoðþjónustu eining hvers háskóla, hvort sem litið er til kennslu eða rannsókna. Í niðurstöðum nýlegrar könnunar sem gerð var síðastliðinn vetur á meðal akademísks starfsfólks í Háskóla Íslands má sjá að á flestum fræðasviðum skólans er bókasafns, gagnagrunna og gagnasafnsþjónusta mikilvægasti eða eitt sem mikilvægasti rannsóknar innviðurinn sem fólk nefnir. Og í þessari athugun þessari könnun sem Vísta og nýsköpunarsvið Háskóla Íslands fékk félagsvísindastofnun til að gera fyrir okkur, þá voru rannsóknar innviðir flokkaðir á þennan hátt. Þannig sjáum meðal annars að bókasafnsþjónusta og gagnagrunnar og aðgengi að gagnasöfnum sem að hluta til er þá tengt eins og þessu safni hér er hluti af. Þetta er það sem að fólk gat hakað við. Og ef við sjáum hér, þetta eru sem sagt það hvernig það fólk svarar. Dökkbláa súlan er bókasafnsþjónusta og ljósbláa súlan eru gagnagrunnar og aðgengi að gagnasöfnum. Og nú veit ég ekki hvort þeir sem er að horfa á þetta í gegnum netið sjáu akkurat það sem er á skjánum. En þannig kemur meðal annars fram að á hugvísindasviði er það hlutfall hæst sem hakar við sem sagt bókasöfn og gagnagrunna og aðgengi að gagnasöfnum. Og það hlutfall er 55%. Og á menntavísindasviði er það 42% og félagsvísindasviðið 37%. Það nokkru lægra á heilbrigðisvísindasviðið eða 21% og verkfræði- og náttúruvísindasviðið eða 12%. En á þessum síðust nefndu sviðum þá eru rannsóknartæki og rannsóknaraðstaða eðli málsins samkvæmt kannski það sem að liggur eða stendur næst hjarta fólks. Og talandi það sem að ég var að nefna áðan að þjónusta bókasafnsins er orðin svo mikil en að mörguleyti ósýnileg að því hún er svo mikið horfin inn í rafrænt aðgengi að þá er ég nærviss það að þegar fólk er að svara þessum spurningum að þá hugsar ekki um rafrænt aðgengi að söfnum að því það eða að rannsóknarinnviðum að því það er ekki bara svo sjálfsögð forsenda þess að geta ástunda vísindi. Þannig ef að fólk hefði verið með að hugsa í öll skiptin sem það fara inn og ná sér í greinar og þess að þá hefði þetta hlutfall verið náttúrulega miklu hærra. En þetta er háskólinn að greina rannsóknarinnviði meðal annars og það vissi fólk meðal annars í því skyni að skoða hvar þurfum við að bæta okkur. Þannig að næsta glæra sýnir hvar hvað þetta setja í forgang varðandi þá fjármögnun rannsóknarinnviða og þá sjáum við að á hugvísindasviði svara 23% starfsfólks bara bókasafnsþjónustu og 30% til viðbótar svarar gagnagrunna og aðgengi að gagnasöfnum og það kemur
kannski svona svipað á áður. Það eru semst flestir sem semst af stærstu hóparnir sem svara þessu eru af hugvistarsviði, menntavistarsviði og félagsvistarsviði, en öll sviðin merkja við mikilvægi þess að fjárfesta í rannsóknar innviðum sem að tengist sem sagt bókasöfnum og bókasafnsþjónustu. Það er mikilvægt að hafa í huga og endurspeglast að hluta í þessum myndum að hver fjölbreyttir hóparnir eru sem sinna vísindum. Já, það er auðvitað mjög mikilvægt að starfsfólk bókasafnanna hafi góða þekkingu á þörfum þessara ólíku hópa og það veit ég að starfsfólk almennt hefur. Vísindastarfið er svo margbreytilegt, bæði hvað varðar efnisinnihald, vinnubrögð og hefðir, og menningin að mismunandi greina er langt frá því að vera svo sama. Þrátt fyrir að þróunin hafi í sívaxandi mæli verið þá átt að efni sé rafrænt, sem ég ætla að koma hans betur inn á hér og eftir, einkum hvað varðar fræðileg tímarit, þá er afar mikilvægt að hafa í huga að rafrænt efni þjónar ekki öllum þeim hópum sem að koma vísindastarfi jafnvel. Það er því mjög mikilvægt að safna efni sem sniða þörfum þeirra sem að það er ætlað og sem þá öllu vísinda og fræðafólki. Sem háskólakennari hef ég með reglulegu millibili pantað inn á safnið bækur sem eru mikilvægar fyrir mitt fræðasvið, sem hefur gagnast auðvitað mér og mínu samstarfsfólki og doktorsnemum og öðrum nemum. Og þetta er náttúrulega alveg ómetanlegt að geta gert vegna þess að bækur á pappír, sem maður segir í dag, það skulu aldrei vera vanmetnar. Það er eitthvað sem pappírinn gerir að verkum að mörgu finnst þeir ná betri tengslum við textan með því að halda og lesa hann á pappír, og það er svona áhugaverð umræða sem ég ætla ekki að staldra við hér. En aðalatriði er það að það er ýmislegt sett í bækur sem ekki birtist í tímaritum og tímaritsgreinum, og það getur verið afar mikilvægt að geta flett þeim handvirkt, svo að segja. Þannig að ég vona og trúi því að bókasafn mun aldrei alfarið verða rafrænt hvað bókakostin snertir. En rafræn gagnasöfn eru hins vegar auðvitað og eins og Jóhann nefndi hérna áðan algjörlega og ómetanleg framför bæði í vísindastarfi og bara almennt. Í vísindastarfi samtíma skiptir hraði og áreiðanleiki gagna og upplýsinga öllu máli. Vísindafólk er undir stöðugri tímapressu. Það er gjarnan undir þrýstingu frá kollegum, frá tímaritum, frá rannsóknarsjóðum, frá háskólum og fleira. Þannig að það er brýnt að háskólabókasöfn bjóði upp á greiðan aðgang að rafrænum gagnagrunnum. Hvort sem er að ræða open data eða tímarits eða aðgang að tímaritsgrunnum eða með stuðningi annarra rafrænna upplýsingaveita. Ég ætla að deila með ykkur í því að mitt fræðasvið hefur verið svolítið eða meðal annars vinnutengt líðan, og það er verið að fjalla þessa hlið upplýsingatækninnar og rafrænt aðgengi að efni á svolítið annan máta, og verið að staldra svolítið við þessa staðreynd að það að við bíðum ekki lengur eftir, við bíðum svo sjaldan eftir efni vegna þetta er bara allt inn á netinu. Það gerir það verkum að svona takturinn í tilverunni hefur trappast svolítið upp, og við einhvern veginn það er orðið þannig núna og ég svona gantast stundum með að bara það er svo ótrúlega gott að geta bara sagt nei, tímarit er ekki komið inn á safn, þess vegna gat ég ekki lesið greinina alveg strax, það er ábyggilega á leiðinni. Við bíðum aldrei lengur, þetta er alltaf bara hérna hjá okkur, við getum náðið þetta í símanum okkar eða tölvunum og tækjunum sem eru bara á náttborðinu hjá okkur, þannig að við höfum ekki
við getum ekki, það er búið að taka svolítið frá okkur þetta að þurfa að bíða. Og í fræðunum þá er svolítið umræða þetta að það hefur gert það verkum að það er búið að taka frá okkur svolítið þann tíma að geta hugsað. Við getum ekki, við sko vanmetum kannski svolítið lengi, nú er þann tíma sem að við þurfum bara til að hugsa vegna þess að það er allt einhvern veginn hérna bara rafrænt inn bara við hliðina á okkur sem er bara fylgjur okkur alltaf bara hvort sem við erum í sumarfrí eða hvað sem er. Þannig við höfum aldrei afsökun til þess að hafa ekki kynnt okkur eitthvað eða lesið eitthvað. Og það er bók sem að ég held að hafa ekki verið þýdd á íslensku og ég hef ekki athugað hvort það sé til á safninu hér en ég mæli með að hún verið keypt og hún er ekki til. Hún kom upphaflega og ég las hana á sænsku eftir prófessor við Lundarháskóla sem heitir Bodil Jönsson og ég las hana á sænsku og þá heitir hún 10 tankar om tíð. 10 hugsanir tíman og ég veit hún hefur þýtt á mörgum tungumálum yfir á mörg tungumál og Bodil Jönsson þessi, hún var prófessor í eðlisfræði og fyrir einhverjum tíma þá uppgötvaði það að hún var hún var alveg bara hreinlega brenn út í starfi eftir að vera búin að vera einhvern veginn bara hlaupandi allan sólarhringinn eftir öllu því sem hún þurfti að sinna. Hún ákvað að taka sér ásleyfi þar sem hún ákvað að gera ekkert í þetta ár. Hún ætlaði ekki að skrifa alla greinarnar sem að biðu í röðum eftir að hún kæmi inn í. Hún ætlaði ekki að fara að sinna rannsóknunum sem hún var búin að vera að vanrækja. Hún ætlaði ekki að gera neitt. Og bókin fjallar einmitt þetta frjóa tímabil í lífinu þegar hún allt í einu bara hafði tíma til að hugsa. Og sem sagt og þá náttúrulega spruttu fram ótal hugsanir og hugmyndir og lausnir sem að sjálfsögðu gagnaðist henni líka í sínum skrifum og þetta er svona hin hliðin sem er svona ágætt fyrir okkur að hugsa af þessum annars sko dásamlega rafræna aðgengi sem við höfum að gögnum að þetta einhvern veginn sko við erum einhvern veginn sko alltaf einhvern veginn bara við erum alltaf bara sko ná í nýtt og lesa þetta og lesa hitt og svona rannsóknir sína sko krafan sem sagt að þá fólk sem er að stunda vísind og fræðimennsku skrifi fleiri greinar birti meiri hafi líka aukist samtímis þannig að sko í aðra röndina þá hefur kannski streitan aukist á sama tíma og aðgengið að öllum þessum upplýsingum hefur aukist. En það er eitthvað sem að við einhvern veginn þurfum bara að reyna að fá tíma til þess að hugsa og taka okkur tíma til þess að hugsa og velta fyrir okkur hvernig við ætlum að takast á við þann raunveruleika. Að því þrátt fyrir það, þá elskum við þennan rafræna aðgang og viljum auðvitað bara að hann verði meiri. Vegna þess að aðgengi að rafrænu efni er mjög mikilvæg þáttur í þjónustu bókasafnanna og það er okkur sem að stundum vísindi og allir handana fræðastörf alveg ómetanlegt hvað bókasöfnin og þetta safn sem ég stend inni núna hefur unnið öttulega að nýjungum á þessu sviði. Landsaðgangurinn til dæmis sem hófst árið 1999 hefur frá því 2002 verið í umsjón Landsbókasafns Háskólabókasafns hefur sannarlega valdið straumhvörfum fyrir vísindastarf og aðganga að fræðiefni og skiptir bæði nemendur og vísindafólk gríðarlegu máli og ekkert okkar myndi vilja vera án þess aðgangs í dag þvert á móti að þá er það alltaf bara pínu vont ekki pínvont, verulega vont finnst manni þegar maður ætlar að ná sér í einhver grein og hún er ekki hluti af landsaðgangi. En ég veit reyndar að starfsfólk hér og ég hef sannreynt það er mjög fljótt að redda
greininni engu að síður með sínum leiðum, en auðvitað vildum við helst bara að allt væri í landságangi. Í skýrslunni Vegvísir innviði til rannsókna sem Vísindi- og tækniráð gaf út árið 2009, þar landságangurinn skilgreindur sem rannsóknar innviður, sem hann svo sannarlega samanbera áðurnefnda könnun Háskóla Íslands, þar sem ég, eins og ég sagði áðan, held samt að sumir sem voru að svara þarna hafi ekki alveg verið með landsafganginn endilega í huga. Í skýrslunni kemur fram að landsafgangur sé með mikilvægustu forsendum fyrir öflugu rannsóknar og þróunarstarfi á Íslandi og þar með fyrir allri nýsköpunarstarfsemi í landinu. Og ég tek undir það algjörlega. Það einnig undirstrikað að uppbygging rannsóknarnáms og möguleikar á sókn í alþjóðlega rannsóknarsjóði sé einnig háð góðu og tryggu aðgengi að upplýsingum nýjustu rannsóknir. Og þannig það bara. Ég fikk grein í fyrradag úr ritrýni og þar var mér bent á að mér var búið að senda inn greinin aftur og það bent á að samt mér hafði yfirsést að vitni þessa grein og ég ekki búin að fara inn á og gefa mér tíma til þess að vinna eitthvað meir úr því, en ég bara vona að þetta séu greina sem að ég get bara náði í svona, þannig ég þurfi ekki að bíða eftir því að fá þær pantaðar, þó að ég hafi verið að segja áðan að stundum dreymir mig það að geta sagt bara því miður ég þarf að bíða eftir þessu. Gat ekki náði í þetta svona og lesi þetta áður en fór að sofa. Já, og það sem kemur fram í skýrslu Vísindi- og tækniráðs vegvísum innviði til rannsókna að aðgangur sé einnig lykilatriði fyrir uppbyggingu rannsóknarfræðasetra allt land. Og það nefnilega þetta sem svo óbáslega mikilvægt að landsaðgangurinn gefur okkur tækifæri til þess að nálgast þá efnið hvar svo sem við erum stödd. Þannig við getum til dæmis farið í sumarbústað með fjölskyldunni en samt náði efni til þess að vinna með og en að öllu gamni slepptu þá þetta náttúrulega bara mjög mikilvægt til þess að sé hægt að sinna rannsókn og menntun óháð nálægð við safn, þó svo að auðvitað sé og hafi lengi verið hægt að panta bækur og annað. Aðgangurinn skiptir þannig að sjálfsögðu líka bara miklu máli fyrir menntun í landinu almennt og nemendur í framhaldsskólum ekki síður en háskólum nota náttúrulega landsaðganginn. Hér á landi var varðveislusafn Íslenskra háskóla opin vísindi sem hýst hér hjá Landsbókasafni Íslands, Háskólabókasafni, opnað eins og þið vitið árið 2016. Það vaxandi krafa frá íslenskum og erlendum stjórnvöldum að opinberum styrktaraðilum rannsókna, og jafnframt sem opinberum styrktaraðilum rannsókna að tryggt verði opið aðgengi að þeim gagnasöfnum sem verða til í tengslum við rannsóknir. Háskólabókasafni víða heim hafa sinnt þessum þætti í auknum mæli og það byggir á þeirri hugmynd að aðgangur að vísindefni eigi að vera opinn og án allra hindrana og að allir geti notað efnið svo lengi sem höfundar og samdarréttur sé virtur. Þetta getur á hinn bóginn, eins og þið sem hafi verið að vinna með þennan málaflokk, þetta getur orðið svolítið snúið því gögn sem eiga að vera opin almenningi, fyrirtækjum og öðru vísindafólki þurfa sjálfsögðu að vera á aðgengilegu formi svo allir geti notað þau og það svona, getur verið bæði einfalt og flókið að koma því við. En hér mikið starf óunnið, bæði varðandi stefnumótun og hvernig standa skuli að framkvæmd sem mikilvægt að unnið sé í góðu samstarfi háskólabókasafna, aðal innan vísindaheimsins og stjórnvalda, semst bæði hér á landi og erlendis. Og á þetta hefur meðal annars Ingibjörg Steinunn Sverrisdóttir landsbókaverður sem hér situr bent á nýverið í viðtali á RÚV, þar sem hún kallaði eftir opinberri stefnu aðgang að vísindefni og þetta náttúrulega bara okkur mjög mikilvægt. Ég
varamaður háskólarektors í Vísinda- og tækniráði, sitja þar allnokkra fundi og þetta er eitthvað sem að Vísinda- og tækniráð er líka að ýta mjög á. Íslenskir háskólar og vísindabókasöfn ættu einnig að taka höndum saman og byggja upp sérfræðiþekkingu á sviði bókfræði eða bibliometrics. Það er að segja sem er kannski að sumuleyti rannsókn á rannsóknum. Öflugir bókfræðilegi gagnagrunnar auðvelda störf vísindafólks og þetta er sem sagt þið sem að ekki eruð inn í því hvað bókfræðin er, að þá er þetta semst upplýsingar, allar handan upplýsingar birtingar og annað. En það er þannig að stór þáttur í starfi vísindafólks er mat á jafningjum, peer review eins og það er kallað. Hvort sem er við ráðningu akademísks starfsfólks, við umsóknir framgang, frá lektor, dósent, prófessor til dæmis, eða þeirra sóttur umsóknir í rannsóknarsjóði, eða einfaldlega þeir vera að leita að möguleikum á samstarfsaðilum í tilteknu rannsóknarverkefni, þá er mjög mikilvægt að það sé hægt að fá greiðan aðgang að því hvað fólk hefur verið að gera og hvernig það er flokkað á þessum svona á svona skala vísinda og fræða. Bókfræðingar, bókfræðilegir gagnagrunnar með upplýsingum virkni, rannsókna og vísinda og fræðafólks, birtinga þeirra, árangurstuðla, impact og svo framvegis, auðvelda slíkt starf til muna og mér er sagt að við á Íslandi séum eftirbátar nágrannar okkar hvað var þar sem sagt að hafa greiðar upplýsingar á þessu sviði. Eitthvað af þessu hefur verið unnið hér, skilst mér, vísta og nýsköpunarsvið háskólans hefur verið að reyna að taka, eða hefur tekið saman slíkt efni. En Háskóli Íslands gæti mögulega mennta fleira fólk á þessu sviði, þetta er svona ákveðin svið upplýsingatækninnar og bókasöfnin háskólabókasöfnin gæti mögulega ráðið til sem fleira fólk sem gæti þá starfað með þessa sérþekkingu. Eins og mér skilst að tíðkist víða í nágrannalöndunum. Þannig þetta er svona eitt, ég veit að þetta hefur verið, þessi umræða hefur farið fram á milli Háskóla Íslands og Háskólabókasafnsins og þetta er eitthvað svona eitt af því sem við höfum áhuga á því að reyna að skoða frekar. En að lokum, að ég sagði okkur ég geti staðið hérna til hádegis en ég veit að þið hafið öðrum hnöppum að hneppa en að hlusta á mínar vangaveltur. Að fyrir bókasöfnin þá hlýtur það að vera í senn bæði mjög flókið en hins vegar afar spennandi viðfangsefni að styðja við það fjölbreytta vísinda- og fræðastarf sem er ástundað á landinu, að byggja upp safnakost og sinna þjónustu við svo mismunandi hópa innan fræðaheimsins sem raun ber vitni, bæði í raun rafrænt og hvað maður kalla það, ekki rafrænt. Ég vil bara að lokum þakka aftur fyrir að bjóða mér að koma hingað með þessa morgun hugvekju. Ég óska safninu til hamingju með 200 ára afmælið og ykkur sem að sinnið málaflokknum góðs gengis í flóknu og spennandi starfi. Takk fyrir. Já, ég vil bara þakka
Guðbjörgu fyrir góðan fyrirlestur og ég vil þakka öllum fyrir komuna og þeim sem streymdu eða horfðu á útsendinguna á netinu. Morgunkortinu dagsins er lokið, bara njútið dagsins.